þetta er eins og með margt að það er þetta er eins og bara elda mat, þú veist, sem er elda eftir uppskriftum, það er elda bara semst út frá hráefninu sjálfu. Ég persónulega hef aldrei eldað eftir uppskriftum, en hins vegar skrifa niður fullt af hugmyndum og skissum af verkum. Það má líta þetta sem mína uppskriftabók, svona persónulega. Og þannig að það er sko, það er kannski æra. Ég fyndi að, ég opnaði þetta akkurat hér, ég verði eiginlega að sýna þetta sko. Þetta er svona er nú lífið stundum. Ég er akkurat að gera þetta verk núna. Sem sagt, þetta er það verk sem ég er að vinna að núna. Og annars var þetta og þetta er verk sem ég er að fara að gera núna upp á Akranesi. Og það er mjög einfalt, í raun og veru í einfalda margbrotið. Verkin mín yfirleitt þau eru, uppspretta verkana er staðurinn sjálfur, það sem ég sýni verkin og eða nánast umhverfi eða ástand staðar, sem sagt eitthvað svona kannski huglægari hlutur. En og þessar raun og veru, þó svo að ég sé með þetta miðasystem, með þetta svona þessar uppskriftir af verkum eða kveikjur eða fræ, að þá vinn ég gjarnan þannig, og ég vann líka fyrir þessa sýningu, þannig að ég leita bara í þennan sarp og trúi því og treysti að þau komi til mín bara eins og svona spádómsspil, það sem á að hvers konar verk ég á að gera. Það byggist upp á þátttöku starfsfólksins á safninu, í það sem sýningin er, og ég legg fyrir það tvær spurningar og svo mæli ég þau. Og það er þannig að ég spyrðu uppáhaldslitin sinn þeirra. Og ef að liturinn var ekki nákvæmlega á spjaldinu, þá hvaða litur kemur því næst því. Og síðan þegar viðkomandi var búinn að gera það, og þá spurði ég hann eða hana hver væri svona draumaþyngd viðkomandi. Ef hann eða hún vildi ráða, hvað viltu vera þungur? Kannski þetta bara mjög sáttur eða sátt í dag og þá bara, en ég spurði ekki hvað viðkomandi var þungur, og þá bara skrifuðu bara á það, þetta er sem sagt hjá einum, og síðan sagði ég bara og hvað ertu stór? Þá gerðu þau, þá bara stiltu þau sér vegg og gerðu svona. Og þá merkti ég við, hvað. Og þetta er að merkja við þetta er svona. Og þetta verður uppáhaldsliturinn, sem sagt, viðkomandi. Og síðan er ég bara að skanna skriftirnar inn og gera límstæði úr þeim. Og það verður svo er það límt á vegginn. Þannig að þetta verk svona kallar bæði á, þetta er mikið snýst bara líkam og sál og svona líkamann og svona. Þetta er í mörgum lögum eins og verkin mín eru gerðan. En á sama tíma er ég líka að svona, ég er í samtali við svona tungumál safnsins, eða svona mælinga og það er svona merkingar og línurit eða tímalín, kóðar og númer á safngripum og slíkt. Þannig að þetta er svona á mörgum plönum, en svona fyrst og fremst bara leikurinn í þessu. Ég finnst mjög gaman að
að leika mér með marga þætti, flétta saman marga, búið til svona textíl eða vefnað sem að kannski undarlegur á litin í fyrstu sýn en mjög gott að klæða sig í. Ég fer sem sagt reglulega til lengri eða skemmri dvalar frá mánuði upp í kannski 2-3 mánuði. Fer ég á vinnustofur og gert það svona reglulega. Og það eru ýmsir valkostir í boði og vinnustofur, það hefur nú breyst náttúrulega með árunum en það ákveðna vinnustofur loka og nýjar opna en þá gjarna fylgja vinnustofunum þá styrkur eða maður borgar leigu fyrir húsaleigu fyrir töluna og þetta er mjög mikilvægt að fara á svona vinnustofu þar bæði þá færðu ennþá meiri tíma fyrir sjálfan þig og eins nýtt umhverfi og svona svo ég hef gert þetta yfirleitt að þá hef ég farið með einhvern bara ákveðin verkefni með mér þá er ég farið að halda sýningu og þá segir ég bara ég ætla bara að vinna ég vinna þessari, ég í 2 mánuði þá ætla ég að vinna þessu verkefni fyrir mánuðin og öðru verkefni seinni mánuði sem dæmi og já, svo bara vinn ég markvisst að því og þá á sama tíma þetta alveg ómetanlegu tími líka að vera ekki túristi heldur vera í einhvern hliðarveruleika vinnustofurinnar og ekki með gestur heldur meira svona njósnari svona einkaspæjari einkaspæjari á lífið á staðnum og líka einkaspæjari á sjálfan sig.